höldum þá áfram með þessa hluti, en við vorum sett hérna að athuga hvað gerist þegar við erum að biðja eitthvað eigindi á hlut. Og þá getum við sett líka búið til hluti með ákveðinni prótótípu. Þannig að við getum í raun stjórnað hvað til á þessari prótótípu. Við getum búið til okkar nýja hlut sem eins og array, eða eins og object, eða eins og string eða math eða eitthvað. Við getum safnað saman hlutum og látið á bjóða upp á þessi föll. Þannig getum við hópað saman föllum og þetta þá bara orðið svona þessi pæling eins og í hlutbundinni forritun. Að við erum að búa til eitthvað klasa og við hópum saman föllum, líkum föllum og gögnum á þessum klasa og notum þau síðan þetta saman. Þannig að það prótótípan sem geymir sameiginlegu föllin. Þá getum við kíkt aftur á hérna kanínurnar. Þá getum við búið til einhverja proto-rabbit sem þá hlutur hérna sem með þessu speak og við getum búið til killer og það einhver killer rabbit og þá getum við sagt killer rabbit á að vera hlutur sem búinn til með prototípu út frá proto-rabbit. Og þá þetta object create fall, býr það til. Síðan segjum við killer type sem killer og killer speak og hún segir scream. Og þá ef við keyrum þetta þá talar hún hérna við okkur og með þessa típu hérna og við getum sagt breytt þessu og látum hennar tala aftur og þá breytist þetta í raun út frá hlutnum sjálfum en fallið sjálft ekki lengur á þessum hlut. Þannig að þessi hlutur núna bara með type. Nú ekki lengur þetta speak-fall. Þannig að við erum búin að taka núna, okkur búin að takast að fjarlægja speak-fallið út úr hlutum. Þannig að núna erum við bara með gögnin sem segir til hvaða típu af kanínu þetta í JavaScript höfum við ekki klassa eða klassis eins og í klassískum hlutbundumálum eins og Java. Heldur notum við þessa prótótípu til þess að erfa frá öðrum hlutum. Þannig að í klassískum erfðum þá erum við með hluti, object, sem eru tilvik af klösum, classes, og classes extenda aðra klassa og fá þannig í raun aðgang á þeirra aðferðum. En með prótótípum höfum við enga klassa og hlutir erfa bara frá öðrum hlutum. En núna kannski viljum við losa okkur við þetta object create því það er svolítið skrítið og þá getum við notað smiði, en þeir eru líka studdir í JavaScript og new lykilorðið. Og í JavaScript eru smiðir bara föll eins og hver önnur, en svona til hægðarauka þá skýrum við þau með stórum staf. Þannig að við skilgreinum á milli venjulegs falls og smiða með því bara að skýra föllin okkar með litlum eða stórum staf í byrjun. Og þegar við notum new og tilgreinum eitthvað fall í framhaldinu, þá erum við að búa til nýjan hlut og þar mun this benda á hlutin sem var til. Og þessi smiðir, ef þeir skila engu, ef þeir hafa ekkert return gildi, þá skila þeir ekki undefined eins og venjuleg föll, heldur skila þau this, vísun í sjálft sig, hlutin sem var að verða til. Og síðan, ef við viljum bæta við einhverjum sameiginlegum föllum við þennan hlut, þá notum við prótótípuna á smiðnum til að bæta við þessum föllum. Þannig að þá breytist þetta svona, við erum ekki lengur með eitthvað proto-rabbit sem einhver hlutur sem hefur speak-fallið, heldur höfum við hérna function rabbit sem með stóru r-i sem gefur til kynna þetta sé smiður og þessi smiður í raun mun skýra this sem mun vísa í þann hlut sem verður til hér. Þannig að við getum sagt this type jafnt og type sem mun síðan skila hérðan hlut með typeinu settum. Síðan tökum við þessu sameiginlegu föll okkar og við setjum þau á rabbit prototípuna. Þannig að rabbit.prototype.speak fall og þar setjum við þetta talfall okkar. Þannig að þá getum við búið til skrýtna kaninu
og þá segjum við weird rabbit jafnt og new rabbit og við sendum inn weird sem fer þá inn hérna í type sem setur á this type jafnt og type og skilar þeim hlut. Þannig að þá ef við tökum þetta hérna og búum síðan til nýju kaninun okkar og kíkjum inn í hana, þá sjáum við, þá erum við ekki lengur bara með einhvern tóman hlut hérna eins og við vorum með áðan, heldur erum við með eitthvað rabbit hérna sem þá tilgreint af prototípunni og hérna sjáum við síðan proto sem vísar í object og hérna höfum við speak fallið og hérna höfum við constructorinn sem smiðurinn og hann rabbit fallið sem hefur þennan kóða hérna já, ok hérna og síðan getum við farið enn lengra niður og við getum farið hérna og hérna komið function prototípan og hérna fáum við object prototípuna. Þannig hérna erum við komin með þessa keðju og hún öll gerð aðgengileg í gegnum þessa prototípu. Og svo getum við látið þessa kaninu okkar tala og þá kallar þetta í prototype fallið. En eins og ég sagði á hann, ef við förum síðan að breyta þessum hlutum sem verða til, þá getum við yfirskrifað eigindi eða methodur á prototípunni en bara á hlutum sjálfum. Þannig að ef ég breyti einhverju, ég segi speak á weird rabbit, þá það bara lokalt við weird rabbit, ekki við neinar aðrar kanínur sem verða búnar til. En við getum samt nota þetta til að yfirskrifa einhver ákveðin eigindi. Til dæmis toString, þar sem við myndum vilja að kanínurnar okkar myndi ekki bara vera object ef einhver kastar þeim í streng, heldur myndi segja hvernig típa af kanínu þetta og þá getum við þetta nú eitthvað aðeins úr hérna ok, áður en við skoðum það þá skulum við skoða hérna hvað gerist þegar við breytum í raun á einhverju kanínu einhverjum gildum. Þannig hérna segjum við á rabbit prototípuna ætlum við að segja að sjálfgefið allar kanínur með litlar tennur. En fyrir killer rabbit þá hún með langar skarpar, beittar og blóðugar tennur. Af því þetta killer rabbit, auðvitað. Þá getum við gert þetta hérna og núna prototípan fyrir rabbit með small teeth og killer rabbit með small teeth. En annað sem gerist þá að weird rabbit teeth allt í einu weird rabbit líka með small teeth sem þýðir að þetta dýnamíst hvernig þetta búið til. Þessi hlutur vísar í prototípunum svona dýnamíst. Þetta var ekki eitthvað snapshot af þeim tímapunkti þegar þetta var búið til. Ég get alltaf breytt prototípunni og það breytist á öllum hlutum sem voru búin til með þessari prototípu. En aftur að killer rabbits. Þannig núna segjum við hérna killer rabbit, teeth, long, sharp og bloody og þá það sett á nákvæmlega þessari kanínu en skrýtna kanínun okkar ennþá með smáar tennur. Þannig að við erum með þetta tilvik hérna sem hluturinn sem við búum til, killer rabbit, með teeth, með type, killer, síðan höfum við rabbit prototípuna, þar sem teeth ennþá small og speak function og síðan höfum við object, þar sem við höfum toString og það vísar í object prototípuna. Svo getum við bætt við á rabbit prototípuna okkar eigin toString falli. Þá þurfum við bara þetta hérna. Og þá getum við sagt weird rabbit toString, rabbit of type weird, eða ef við myndum óvart til dæmis kasta þessu yfir í streng með því að nota type coercion, þá fáum við ekki lengur object, heldur rabbit of type weird, af því að type coercion virkar þannig fyrir hluti að það kallað í toString fallið.
Ok, þannig að þetta hvernig við útbúum erfðir í JavaScript. Þetta voðalegt torf. En þetta svona þegar maður fer dýpra í JavaScript þá fer þetta svona að unlocka þessum svakalega krafti sem í þessum forritunarmáli sem lítur út fyrir að vera það svona einfalt á yfirborðinu. En með eins og svo margt annað í JavaScript þá batnaði þetta til muna í ECMAScript 6 þar sem að class skilgreint, class lykilorðið. Og þetta þá svona syntactic sjúkar eins og við séð áður til að herma eftir þessum klassísku object-oriented hlutum með prototypum. Þá getum við notað extends, constructor, super, static og getters og setters og getum þá verið tekið þessa kanínu æfingar okkar og búið til núna Rabbit class þar sem að constructorinn hérna eitthvað sem heitir bara constructor. Þetta það sama og Rabbit með stóra R-inu gerði þaðan. Hérna þetta speak og hérna þetta toString sem við settum alltaf prototypuna. En þetta hérna munirinn gera nákvæmlega það sama og við vorum að gera áðan með prototypu, allar þessar prototypuæfingar, nema bara búið að sigra þetta og gera þetta svona aðeins meira nice og aðeins meira svona viðmót sem fólk þekkir. Þannig að í grunninn munum við enda með nákvæmlega sama hlutin í notkun hérna. Þess að við segjum ennþá new Rabbit með killer og eitthvað svona og undir niðri mun þetta vera nákvæmlega, representa nákvæmlega eins með prototypum eins og áður. Og fyrir svona aðeins flóknur hluti þá erum við með, við getum verið með static gildi, við getum verið með getter og setter og við getum kallað þetta hérna, sagt hi, kallar í fallið, set name og náði name og svo kallað í static hérna sem kallar ekki þetta á tilviki af þessum klasa, heldur beint á klasunum sjálfum. Þannig að þetta góð leið til þess að hópa saman svipuðum hlutum og sérstaklega hlutum sem við viljum eitthvað endurnýta.